Viðburðurinn Color Run, eða kannski fyrirbærið Color Run, verður haldið á Akureyri næsta sumar í fyrsta skipti. Magni Ásgeirsson, þú ert talsmaður, eigum að segja þetta sé fyrirbæri eða viðburður? Já, þetta er eins konar fyrirbæri. Jú, ég er talsmaður þess hérna á Akureyri og hlakka gríðarlega til að takast á við það, því að ég hef nú ekki hlaupið mikið svona síðustu 20 árin, en já, þetta verður stórskemmtilegur viðburður. En þessi viðburður, þetta er heimsþekkt? Já, þetta er haldið bara í, held ég, flestum heimsálfum og öllum stöðum. Ég er búinn að vera svona að skoða þetta á netinu, í Ástralíu og Bandaríkjunum og svona. Þetta er mjög þekkt allan heim og fer óðum stækkandi. Og út á hvað gengur þetta? Color Run er svolítið erfitt að festa fingur á það. Þetta er svona heilnæmt fjölskyldupartí með skemmtilegu litaþema og gleði, held ég. Þetta bara sameinar alla aldursflokka og aldurshópa og skemmtir fólki alveg ákaflega vel. Það er rosalega erfitt að segja hvað það er. En það er nú er þetta þriðja skipti hérna á Íslandi. Það er einhverjir 20.000 búnir að hlaupa þarna í Reykjavík og það voru allir mjög glaðir, svona orða þannig. Þetta er bara rosa gott partí. Það sem maður sá í sjónvarpi af þessu Reykjavík í fyrra og hitt í fyrra, þá er þetta í raun og veru bæði hlaup og svo er þetta bara botnlaus skemmtun. Já, þetta er bara eitt stórt partí, sko. Þetta byrjaði, held ég, fyrsta árið, þá var ræst klukkan 11 að morgni. Mér skilst að Hljómskálagarðurinn hafi verið troðfullur af fólki klukkan 8 og 9 morgunni þegar starfsfólki mætti til að klára. Þá bara garðurinn er fullur af fólki og allir bara skælbrosandi og upphitunin tekur svona 1-2 tíma þar sem fólk er að dansa og skemmta sér og kasta upp litapókum og síðan er þetta svona 5 kílómetra skemmtiskokk sem hver fer á sín megin hraða og bara með barnavagnana og allir í rosa góðu stuði og svo heldur gleðin áfram þegar þú kemur í mark og þú dansar bara þangað til að nennir ekki meiru. En þetta er bara einskær gleði. En þeir sem þá skrá sig til leiks í þessu, fær maður þá svona bara einhvern svona kit sem sagt til þátttöku? Já, miðinn er sem sagt, þú kaupir miða í Color Run og með honum fylgir svona byrjanda pakkin. Það er bólurinn og sólgleraugun og litapakkar og svona ýmislegt sem þú brúkar síðan daginn. Síðan að sjálfsögðu er hægt að fá sér fleiri litapoka þegar á hlaupadaginn þegar þú ert búinn að missa þig, sko. Það sé til þess. Þannig að það er hugsað fyrir öllu. En þetta fyrir það bara alla fjölskylduna, unga og foreldra og afar og ömmur og alla? Já, þetta er eitthvað sem bara færir alla saman. Og mér finnst líka bara svo skemmtilegt að það skuli að gera þetta á Akureyri. Þeir hringdu í mig, það eru vinir mínir sem eru með þetta í Reykjavík og hringdi í mig og spurði hvort ég væri til að hjálpa þeim að koma þessu á koppinn hérna og ég spurði nokkra akureyringa hvort það ættum ekki að vaða í þetta og undirtektirnar voru vægast sagt bara frábærar. Það voru allir þumlar á loft. Akureyri er náttúrulega með heilsusamur bær. Það er annar hver maður í crossfit eða hlaupaklúbbi hérna, sko. Þannig að það var náttúrulega stokkið á þetta og ég er að reyna að vera með svona pressu á Norrlendinga að við verðum fleiri en Reykvíkingar með höfðatölu, sko. Já. Það er, ef við getum sýnt fram á það, þá náttúrulega höfum við bragging rights, þá getum við montað okkur á því alveg út árið. Þetta snýst svolítið það, eða ekki? Jú. Já, En hvað þið komin langt í undirbúningi? Verður þetta á Ráðhústorgi eða hvernig? Já, hvar verður stuðið? Fyrir þá sem að veit ekkert um Color Runni, þá mæli ég með að fara á Facebook síðu Color Run á Íslandi og það er svona 5 mínútna, bara efst á síðunni er 5 mínútna svona inngangsmyndband sem er stórkostlegt að horfa á þegar það er fylgst með framkvæmdina á hlaupadeginum. Og þá er einmitt þetta heimfæra það yfir Akureyri, sko. Hljómskálagarðurinn er þá Ráðhústorgið og það er 0-punkturinn og upphitun og endamark. Síðan verður búin til svona hálfgerð renna í göngugautunni sem er fyllt bara og ræstir út hópar. Og þannig að þú getur ímyndað hvað flott umgjörðin að nota götunar í þetta. Síðan ætlum við að hlaupa bara inn eftir. Það má þá ekki segja suður. Suður? Já, ég er ennþá að reyna að ná þessum áttum, sko. Ég fer ennþá austur og þetta er suður
og svo verður hlaupið í suður og yfir í gamla bæinn og kannski hægt að stoppa í ís eða viljið í Brynju og tekinn svona góður hringur og komið aftur og enda á Ráðhústorginu aftur. Þetta er allavega hugmyndin núna. Þetta er mjög flott leið og við tala nú ekki að veðrið verður sjálfsögðu frábært. Það hlýtur að vera. Við lofum því nokkurn veginn. Þannig að já, ég held að þetta verði fallegasta kolorönnið svona umhverfislega séð. Og það er engin tíma að taka í þessu neitt svoleiðis. Þetta er bara gleði. Þetta er bara gleði. Sem ég segi, það er alltaf að stoppa og fá sér ís á leiðinni, sko. Það er engin pressa. Og þannig að svo býður bara meiri gleði þegar þú kemur aftur á Ráðhústorgið. Það var bara diskó og stuð. En svona, þetta hlaup sem er þá alþjóðlegt fyrirbæri í raun og veru, er einhver svona hugmyndafræði bak við þetta? Ég held að hugmyndafræðin sé fyrst og fremst bara að koma fólki saman í gleði og góðum takti og sameina alla unga sem aldna og sama hver bakgrunnur og trúarbrögð eru, að gleðin eigi bara að ríkja. Ég held að það sé svona aðal hugmyndafræðina bak við þetta. Er það ekki bara ágætt? Jú, þetta er ungmennafélagsandinn út í gegn. Hitti líka þannig á að sko, þetta er sem sama helgi og N1 mótið, Pólamótið. Og það skemmir ekki fyrir það. Bærinn er tróðfullur af fólki og við ætlum að sjálfsögða láta þetta flúkta við það. Að þetta skarist ekki á við mótin, sko. Þannig að bara leið og allir eru búin að spila fótbolta og geta að fara á hlaupið og haldið svo áfram í fótbolta. Þannig að við erum að reyna að bæta enn meira við þó brjálaða dagskrá hjá fólki og reyna að hafa meira að gera fyrir alla. Svo er það eitt sem er alveg ómissandi, það er að vera með farsíman og taka selfie-myndir. Já, ef þú tekur ekki selfie þá náttúrulega gerist þetta ekki. Það segir sig sjálf. Það var einhver sem sagði að þetta væri svo sjálfsumglaðasta kynslóð sem nokkuð við sést. Síðan að Rómverjar voru uppi, held ég. Ég mæli með selfie-prigginu, svo náinn og öllum litnum. Og svo mæli ég líka með að fólk sé með póka utan símana. Vegna þess að það sýndi sig fyrsta árið í Reykjavík að ef þú varst alltaf með síman á lofti og grýta svo litapókanum í hann kannski voru þeir ekki alveg sammála litapókin og síminn. Þannig að það er gott að geyma hann einhvers staðar á milli selfía. En þetta, ég mæli með sem ég segi, ég hvet fólk til að fara og kíkja á heimasíðuna og Facebook síðuna og sjá á hverju það von. Því að þetta er eitthvað sem fólk gerir svo aftur og aftur. Þetta er ekki eitthvað sem þú prófar einu sinni og aldrei aftur. Þetta er bara, þú ert fastur í þessu fyrir lífstíð þegar þú ert búin að prófa þetta, held ég. En þú ert nú búin að taka að þér mörg giggin svona í gegnum tíðina, þannig að þú svona nokkurn veginn veist hvað snýr upp og niður í þessu og mér heyrist á þér að þetta sé eitthvað sem er spennandi og kemur til með að ganga upp. Já, ég er reyndar vanalega að reyna að fá fólk til að vera á einum stað, ekki hlaupa í burtu. En það er munurinn á þessu og flestum öðrum viðburðum sem ég er komin nálægt. Ég reyndar sáum skemmtidagskrárna á landsmóti hestamanna á síðasta ári. Þar voru svona menn að hlaupa í hringi svolítið eftir hestum. Þannig að þetta er svona, ég er komin yfir íþróttaviðburðina. Ég svo sem veit ekkert hvernig staðan er hjá þér í hlaupum, en þú hefur minnst að hlaupa eftir rollum. Já, ég er úr sveitinni. Og náttúrulega ólst upp við það að reyna líka að hlaupa eftir pappa, hann lappar rosalega hratt. Hver kannast ekki við það þegar maður er að reyna að elta kalt föður sinni þegar hann er að rölta milli girðingastöðra og þú ert helmingi minni að hlaupa á eftir. Nei, ég var mjög liðtækur í ungmennafélaginu og sumarhátíðunum og eyðum og svona. Þá hljóp ég helling. Svo eftir því sem ég varð eldri og eignaðist fleiri börn þá svona, ég náði mér í konu þannig ég þurfti ekki að vera að hlaupa á eftir þeim lengur og þannig að ég er svona, já, ég er mjög værukær orðinn. Ég þarf að fara svona að koma mér í betra form. En þú ert klár í kolorrönnið? Sjálfsögðu, ég er líka með ég er með plan. Ég er með 1 3 ára, hann fer ekki drosar hrætt yfir. Ég elti hann, fer ég á mínum eigin hraða. Þannig að þú ætlar að mæta með fjölskylduna heyrist mér í kolorrönnið? Sjálfsögðu, það verður öll hersingin verður dregin í bæ. En getur fólk eitthvað svona byrjað að undirbúa sig, heldur þú? Sko, það er náttúrulega, já, ég ætti nú kannski að koma inn á það er náttúrulega forsala í gangi núna. Það sem sem sagt, miðinn er ódýrari núna heldur en að verður en er dregur. Þannig ég hvet fólk til að næla sér í miða strax bara á góðu verði og svo getur það að fara að skoða þetta á netinu og svona æfa sig með selfie-stöngina og svona. Þetta er
að finna bestu pósunar. Maður sér það alveg bara á þér að það tilhlökkun. Já, ég held að þetta verði alveg rosalega skemmtilegt og ég held að þetta er að gleðja íbúa Akureyrar gríðarlega. Þetta er bara gleði í poka sem þú fær svo að kasta upp í loftið. Þetta er svolítið þannig. Ég held að þetta verði stórkostlega skemmtilegt. Við hérna á N4, við fylgjumst með. Já, sjálfsögðu. Við verðum með kamerur upp á öllum húsum. Sjáum til með það allt saman. Magni, bara þakka þér fyrir komuna og gangi þér vel með þetta allt saman. Já, Color Run á Akureyri í sumar. En þá er föstudags þátturinn á enda. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið og segjum bara góða helgi.